Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 12. október er 17. sunnudagur eftir þrenningarhátíð. Þema dagsins er sigrandi trú, auðug fyrir Guði. Í lexíunni segir, hversu miklu betra er að afla sér visku en guls og ágætara að afla sér skynsemi en silfurs. Í pistlunum skrifaði Páll, verið í hvívetna lítillát og hóvær, þolinmóð, langlynd, umberið og elskið hvert annað. Og í Guðspjallinu var Jesú boðið til kvöldverðar á hvíldardegi. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Guðspjallið er úr Lúkasi 14. kapla og hljóðar svo. Hvíldardag nokkurn kom Jesús í hús eins af höfðingjum farisea til máltíðar og höfðumenn gætur á honum. Þá var frammi fyrir honum maður einn vatnssjúkur. Jesús tók þá til máls og sagði við lögvitringana og fariseana, er leyfilegt að lækna á hvíldardegi eða ekki? Þeir þögðu við, en hann tók á honum, læknaði hann og lét hann fara. Og Jesús mælti við þá, ef einhver ykkar á asna eða naut sem fellur í brunn, mun hann ekki óðar að draga það upp þó hvíldardagur sé. Þeir gátu engu svarað þessu. Jesús gaf því gætur hvernig boðsgestir völdu sér hefðarsætin, tók dæmi og sagði við þá, þegar einhver býður þér til brúðkaups, þá set þig ekki í hefðarsæti. Svo getur farið að manni þér fremri að virðingu sé boðið og sá komi er þér bauð og segi við þig, þoka fyrir þessum manni. Þá verður þú með kinnroða að taka ysta sæti. Far þú heldur er þér í boðið og set þig í ysta sæti, svo sá sem bauð þér segi þér þegar hann kemur, vinur, flyt þig hærra upp. Mun þér þá virðing veitast frammi fyrir öllum er sitja til borðs með þér. Því að hver sem upphefur sjálfan sig, mun auðmýktur verða, en sá sem lítillækkar sjálfan sig, mun upphafinn verða. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Já, þema dagsins er sigrandi trú, auðug fyrir Guði. Í Guðspjallinu hafði Jesú verið boðið til kvöldverðar á hvíldardegi hjá farisea, en þeir voru strangir varðandi lögmálið. Á þessum tíma lágu menn á púðum á gólfinu við borðhald og maturinn var þá sennilega á lágum bökkum á gólfinu. Við komuna sér Jesús vatnssjúkan mann. Þeir höfðu gætur á honum því kannski höfðu þeir sótt þennan sjúka mann til að freista Jesú að brjóta löghelgi hvíldardagsins. Ef við íhugum frásögnina sjáum við hræstni fariseana. Þeir buðu til máltíðar sem einhver hafði undirbúið fyrir þá og framreitt á hvíldardegi. En þá máttu ekki einu sinni þrælar eða ambáttir vinna. Nú skiljum við merkinguna við bjálkan og flísina. Þeir fylgdust með Jesú en sáu ekki að þeir brutu sjálfir hvíldardagsboðorðið. Þeir voru í hinni útvöldu þjóð strangir í dómum sínum þegar aðrir brutu af sér, en annarkvort blindir á eigin gerðir eða hafa talið sig standa ofar lögunum. Eftir því sem við íhugum söguna meira, þá sjáum við að boð fariseana var eingöngu gert til að leggja snöru fyrir Jesú. Jesús hefur vitað það og hefði getað afþakka boðið, en hann mætti. Er leyfilegt að lækna á hvíldardegi eða ekki, spurði hann. Þeir gátu ekki svarað.
Þeir stóðu í návist Guðs og krafturinn sem fylgdi honum hélt illum ásetningi þeirra fjarri. Hið góða sigrar hið illa. Jesús læknaði manninn og lét hann fara, sem segir okkur að maðurinn var beita. Hann var aldrei hluti af boðsgestunum. Farisearnir gátu heldur ekki mótmælt því að þeir myndu bjarga búpeningi sínum lenti í neyð á hvíldardegi. Farisear reyndu margsinnis að leggja gildrur fyrir Jesú, en svör hans og viðbrögð gerðu þá orðlausa, því þeir vissu upp á sig sökina, þeir brutu sjálfir lögmálið og boðorðin. Hvað getum við lært af þessu? Munum við geta staðið í návist Guðs og þráttað hugsanir okkar og gerðir? Skyldi návist Guðs ekki vera svo maktþrungin að við hreinlega kiknum í hnjánum og föllum fram á ásjónur okkar eins og gerðist hjá mörgum persónum í Biblíunni? Lærisveinarnir féllu niður á ásjónur sínar á Olíufjallinu þegar Móse og Elía birtust í dýrð og þeir gátu ekki haldið sér vakandi þegar engill birtist Jesú hann baðst fyrir í grasagarðinum fyrir handtökuna. Himnesk nærvera ofar öllum skilningi, ofar allri okkar þekkingu. Hún svo kraftmikil að menn gátu ekki staðið á fótunum eða haldið meðvitund. Jesús hóf næst máls á þeirri tilhneigingu mannsins að raða sér eftir virðingastiga. Þrátt fyrir tilraunir þeirra til að fella hann og þrátt fyrir að hann væri sjálfur gestur, þá gaf hann þeim góð ráð og talaði af hreinskilni og sannleika. Hann varaði menn við að upphefja sjálfa sig. Þeir skyldu frekar velja óæðra sæti en æðra, því alltaf væri hætta á að þeir yrðu lækkaðir í tign. Og sagan kennir okkur að það sé farsælla að vera leiddur í heiðursæti en að láta það eftir fyrir annan. Páll skrifaði í Filippíbréfinu verið með sama hugafari og Kristur Jesús var. Hann var í Guðs mynd, en hann fór ekki með það eins og fengsinn að vera Guði líkur. Hann svipti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lægði sjálfan sig og varð hlýðinn allt til dauða, já dauðans á krossi. Fyrir því hefur Guð og hátt upp hafið hann. Við ávinnum okkur virðingu meðal manna í þessu lífi og njótum umbunar vegna þess hér. En hinn sanni auður sem við eignumst fylgir trúnni á Guð. Trúin á Guð leiðir til góðra verka, en verkin skapa okkur ekki auð á himni. Raunverulegur auður okkar felst í því að við erum erfingjar að ríki Guðs. Í Opinberunarbókinni segir Jesús: Ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyrir raust mína og lýkur upp dyrunum, mun ég fara inn til hans og neita kvöldverðar með honum og hann með mér. Þann sigrar mun ég láta sita hjá mér í hásæti mínu eins og ég sjálfur sigraði og settist hjá föður mínum í hásæti hans. Við þurfum aðeins að gefa Guði tækifæri, opna hjartað fyrir frægi trúar, íhuga boðskapinn og taka ákvörðun hvort við ætlum að leyfa honum að vaxa og dafna og hafa þannig áhrif á líf okkar. Þannig verðum við auðug fyrir Guði. Við verðum kannski ekki svo mikið vör við það í fyrstu, en trúin mun hafa áhrif á líf okkar, orð og gjörðir. Og þegar við vitum í hjarta okkar
að við breytum til góðs, þá líður okkur vel, jafnvel þó við göngum á móti straumnum. Það í gegnum boðskapinn sem við fáum leiðbeiningar og ráð. Ég tifta og aga alla þá sem ég elska, sagði Jesús. Legg þú allt kapp á að bæta ráð þitt. Jesús lagði alltaf áherslu á að halda frið og eiga friðsamleg og kærleiksrík samskipti. Því ófriður og hatur reisir múr á milli manna. Friður byggir upp vellíðan og traust, en við þurfum samt sem áður að fylgja sannleikanum. Jesús sagði að heimurinn myndi ekki taka vel á móti trúboðum, verið því kæn sem höggormar og falslausir sem dúfur. Lexían segir að hinn réttláti sé staðfastur, tryggur og sveigi ekki af braut sinni, heldur gæti ætíð af breytni sinni. Guðspjalli sagði okkur að hefðarsæti og jarðneskur auður séu laun sem við njótum í okkar jarðneska lífi, en trúin í hjartanu ger okkur auðug og upphefja okkur til Guðs. Hún ein opnar hliðið að ríki Guðs á himnum. Þannig sigrar trúin allt. Með trúfesti erum við sigurvegarar. Við trúum á einn Guð, hina heilögu þrenningu, sem innifelur Föður, Son og heilagan anda. Fyrir honum erum við öll jöfn og hann krefst þess sama af okkur öllum, að við elskum hann og náungan. Já, þema dagsins sigrandi trú auðug fyrir Guði. Í Guðspjallinu þáði Jesús boð í kvöldverð, þó hann vissi að boðið væri sett upp til að leiða hann í gildru. Hann hefði getað afþakkað, en hann mætti af þeirri einföldu ástæðu að hann gerir ekki mannamun. Hann fer þangað sem honum boðið. En illur ásetningur snýst í höndum þeirra sem ráðast gegn Guði. Hvernig á að taka á svona ef að við lendum í þessum sömu aðstæðum? Skammaði Jesús farisejana? Nei. Reitti hann þá til reiði? Nei. Honum tókst að hafa samskiptin friðsamleg. Hann sagði ekki meira en hann þurfti til að þeir hugsuðu sinn gang og sneri umræðinni síðan að þeim sjálfum. Auðvitað myndu þeir bjarga búfé sínu úr neyð þó það væri hvíldadagur. Og við þurfum að íhuga hvernig við metum okkur sjálf. Allir eru á valdi syndarinnar, skrifaði Páll. Eins og ritað enginn réttlátur, ekki einn, enginn vitur, enginn sem leitar Guðs. Allir hafa þeir vilst af vegi, allir eru spilltir, enginn sá sem gerir hið góða, ekki neitt. Við sem leitumst við að gera rétt og vera sönn, finnst þetta harður og óvæginn texti, en því miður satt það sem Jesús sagði, enginn góður nema Guð einn. Trúnni fylgja erfiðir textar misjafna breytni mannsins, textar sem við getum máta okkur við og segja að við séum brotlegar sálir. En textarnir segja okkur jafnframt að hafi orð Guðs þannig áhrif á okkur, þá erum við á réttri leið og að fyrir trú muni Guð fyrirgefa okkur. Við eigum nefnilega þá trú sem sigrar allt, trú sem fjársjóður okkar á himni. Drottinn blessi þig og varveiti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.